Kæru félagar, ég lofa því nú ekki að vera eitthvað stutt orður sko. En ég ætla að gera mitt besta samt. Aðvörun, 1 mínúta eftir það komið. Það búið að vera gaman að fylgjast með ykkur hér þann hluta dagsins sem ég hef haft tök á því. Og þetta auðvitað svona tákrænt fyrir flokkinn, þetta samtal og á að vera tákrænt fyrir okkar starf og fyrir okkar flokk. Hér búið að vera að ræða svona nærmálefni Reykjavíkur sem auðvitað blandast þó inn í landsmálin mjög miklu og stóru leyti og komin hér stjórnmálaályktun sem í anda flokksins, stjórnmálaályktun sem ávarpar flesta þætti okkar mannlífs, ávarpar fjölskylduna, fjölskyldumálin, það sem okkur kærast, það sem við stöndum fyrir sjálfstæðismenn. Og það svona í takt við það sem við upplifðum síðan á flokksársfundi okkar fyrir stuttu, að mínum mati mjög góðum fundi líka. Ég var aðeins að fylgjast með fundi Vinstri grænna í dag, samstarfsflokks okkar í ríkisstjórn, flokka sem við erum gjarnan borin saman við og ég ekki frá því að bara fundurinn hér í dag sé svona kannski svipaður í þáttöku fjölda eins og sáfundur. En við erum nýbúin að halda fund með á 400 manns flokksársfund, þar sem við leggjum línurnar á milli landsfunda. Og þetta var ekki eini fundurinn í dag á vegum flokksins okkar. Ég var upp á Akranesi í morgun, Vilhjálmur Árnason sem kom hérna við, hann var á 2 fundum í dag í Hveragerði og á Selfossi og mér hefur talist til þannig að það hafi verið á vel í áttina 20 stöðum á landinu þar sem var fundað á vegum Sjálfstæðisflokksins í dag. Þórdís Kolbrún, varaformaður okkar, var í Kópavogi. Þetta það sem við höfum umfram aðra flokka. Eitt af því sem þið ræddu hér í dag voru þessi samgöngumál og það sem ég fagnaði þetta í þeim mikilvæga málaflokki og því stóra máli sem ég held að geti verið og klárlega mjög mikilvægt fyrir okkur sjálfstæðismenn að halda vel á hér innan borgarinnar í ljósi svona nýjustu væringa að ég held að geti skipt miklu pólitísku máli á hinu pólitíska sviði þegar það dregur nær kosningu. Það sem þetta ánægjulegt í þeim málaflokki að við erum öll farin að horfa í sömu átt eftir ákveðna gerjun sem hefur átt sér stað í 2,5 ár. Nú þetta svona eftir að snurfusa þetta til, fínslípa þetta og útfæra þetta. Það skiptir máli eins og forsetinn eða oddvitinn okkar í borginni sagði daginn, það liggur í smáatriðunum, erfiðu málin í því, en ég held að við náum því saman. Og þannig nálguðust við mjög mikilvæg mál á flokksársfundunum. Við fórum þar yfir mál sem flokkurinn hefur svona eiginlega sleppt í að ávarpa í langan tíma. Málaflokka sem flokkurinn hefur leitt af forystu í áratugi, orkumálin. Það verið ákveðið tabú að ræða þetta. Þannig erum við að ávarpa þessa stóru og miklu málaflokka sem skipta okkur gríðarlega miklu máli í uppbyggingu okkar samfélags á næstu árum. Ég hef verið að hvetja fólk alls staðar þar sem ég kem til þess að kynna sér sérstaklega niðurstöðuna og stjórnmálaályktunina á flokksársfundi. Þetta mega nefnilega ekki vera plögg sem gleymast. Ekki frekar en sú vinna sem þið hafið lagt hér á þessum fundi. Ég tek undir með þeim sem tala fyrir því að við þurfum að koma þessu á framfæri. Við þurfum að koma þessu til fólksins. Og það þarf að beita nútíma leiðum til þess. En ég verð að hvetja fólk alls staðar sem ég kem til þess að
já, ég segi ekki að hafa þetta á náttborðinu, en svona rifja þetta upp sem að þarna kemur fram. Og mér langar að fara með ykkur yfir nokkur atriði. Vegna þess að við erum, eins og þið þekkið öll úr umræðunni, oft gagnrýnt fyrir það hér inn á við, að okkur gangi ekki nógu vel að koma góðum hlutum sem að við stöndum fyrir á framfæri. Og við þurfum öll að gera betur í því. Við eigum öll að vera boðberar þess málstaðar og í svona þeim átökum sem að við höfum tekið þátt í núna á hinu pólitíska sviði, og það á líka við svona þeirri gagnrýni sem að hefur verið innan okkar raða og því róti sem hefur verið á svona samskiptum innan okkar flokks. Við verðum að vinna okkur út úr því. Hluti af því að gleyma ekki því góða sem að hefur áunnist. Nú hefur flokkurinn verið í ríkisstjórn í 6 ár. Og bara til að rifja upp þar sem að kemur fram í stjórnmálaályktun flokksráðsfundar, og við þurfum að koma betur á framfæri, og ég að leggja drög að því ásamt góðu fólki að við munum gera það á næstu vikum. Það hafa verið lækkaðar skuldir ríkissjóðs 320 milljarða. Við höfum náð að auka raunkaupmátt að meðaltali 27%. Við höfum aukið framlög til heilbrigðismála að raunvirði 51%, til velferðarmála, félagsmála 76%. Á sama tíma höfum við náð gríðarlegum árangri í lækka skatta. Tekjuskattur hefur lækkað 21 milljarð, hann á 25 milljarða, hann er að lækka til viðbótar næstu 2 áramót 21 milljarð. Við höfum fellt niður tolla og vörugjöld og á sama tíma höfum við náð að auka verulega við gjaldeyrisvarasjóð landsins, sem styður mjög við þann stöðuleika sem hefur skapast. Þannig að núna þegar við stöndum frammi fyrir því að dregur heldur saman í efnahagslífinu, að þá erum við ekki að finna fyrir því. Við erum að ná að halda sjó. Við erum að ná að halda stöðuleikanum. Við erum að sjá vaxtastig fara niður í eitthvað sem við ekkert okkar hefur séð áður í landinu. Aldrei. Þetta eru allt verk Sjálfstæðisflokksins. Þegar það var komið hér eftir síðustu kosningar í gang viðræður milli 5 flokka í að stuðla að ríkisstjórnarmyndun hér austur í Syðra Langholti hjá Sigurði Inga, þá voru menn búin að handsala þar meðal annars stóra skattahækkanir. Og því þekki gagnrýnina sem við höfum fengið. En að gildin sem þið eruð að slá í dag, gildin í þessum málaflokkum nær samfélagsins, í skólamálum, í velferðarmálum, í skipulagsmálum, í samgöngumálum, tengja svo vel við þær áherslu sem við lögðum á flokksársfundunum, og í öndvegi er fjölskyldan, velferð hennar, velferð barnanna okkar. Allt þetta sem við höfum verið að gera á undanförnum árum er til að byggja undir þetta, byggja undir þennan grunntón sjálfstæðisstefnunnar, og við höfum að vera ófeimin við að fara út og standa keik, en þess að við höfum algjörlega efna á því sjálfstæðismenn. Og þá kem ég svona aðeins að þessum félagsmálum. Ég hef verið hér á undanförnum dögum frá því ég tók við þessu ritarembætti að hitta fólk. Ég fari víða og ég fer mjög víða á næstu vikum. Ég er meðal annars að hitta hér alla forystumenn hverfafélaga í Reykjavík. Og mér finnst það gott. Og ég finn það að þeir sem ég er að hitta, þeim finnst það líka gott. Að taka samtalið. Við vitum alveg af því að það hafa verið ákveðnir svona konfliktar hjá okkur hér í höfuðborginni. Staða okkar pólitískt hér er óásættanleg. Og það er engin ástæða til að hún verði með þessum hætti áfram. En það er aðeins eitt sem getur orðið til þess að við náum þeim árangri og náum þeirri sterku stöðu sem við eigum að hafa hér í höfuðborg landsins. Það eru þið og það eru við og það er samtal. Og það er það að þessi 2 ár sem að núna eru til næstu kosninga verði notuð til þess að efla grasrótarstarfið, hita upp vélarnar, gera þetta skemmtilegt eins og þið eruð að gera hérna núna.
Nú ætlum við ekki að fara hérna eftir þessa vinnu, við ætlum að fara hérna yfir hinum megin og taka aðeins létta stund, létt spjall. Við þurfum að gera mikið af því líka, við þurfum að hafa gaman að þessu. Við verðum að hita vélarnar. Við verðum núna að láta þetta vera einhvers konar tímamót. Ef við ætlum að ná árangri í næstu kosningum til Alþingis eftir 2 ár og sveitarstjórna kosningum árið þar og eftir. Það gerist bara með því að við tökum höndum saman, snúum bökum saman, minnum okkur sjálf á það. Af hverju Sjálfstæðisflokkurinn er svo kjölfesta sem hann hefur verið í íslenskri pólitík í 90 ár. Hvaða samfélagslegu breytingar, hvaða samfélagslega kjölfesta hefur gefið okkur það góða samfélag sem við búum í. Það eru þetta vegna þess að það er byggt á grunngildum Sjálfstæðisflokksins, á sjálfstæðisstefnunnar. Við verðum að skilja kjarnan frá hisminu. Við verðum að horfa á meginmálin. Við verðum að muna það að Sjálfstæðisflokkurinn er stórt hús með mörgum herbergjum. Við megum ekki láta það trufla okkur mikið þó einhver okkar hafi þá skoðun að Laugavegurinn eigi að vera göngugata og aðrir að það er hægt að keyra bíl eftir Laugaveginn. Það er ekki stóra málið. Það er mál sem við tökumst á getum haft mismunandi skoðanir á, jafnvel mál eins og flugvöllurinn. Allir vita hvar ég hef staðið þar. Getum við haft mismunandi skoðanir á. Við verðum að setja þetta allt saman allt til hliðar, gefa hvort öðru þetta svigrúm, skilning, þolinmæði til að takast á við þetta og horfa á stóru myndina. Öll þessi stóru mál sem að þið eru búin að vera ávarpa hér í dag og eruð ávarpa í ályktuninni. Stóru málin sem snúast að þessum grunnþörfum okkar, grunnskipulagi þess samfélags sem við viljum búa í. Þannig hefur Sjálfstæðisflokkurinn með áherslum sínum í gegnum árin, þannig hefur okkur tekist að halda okkur sem stórum og öflugum flokki. Nú þurfum við að vinna fullt af liðsmönnum tilbaka til okkar aftur. Ég hef mikla trú á því að við gerum það í gegnum félagsstarfið, við gerum það í gegnum samtal sem við eigum, gerum það með gagnkvæmri virðingu fyrir hvort öðru og öflugri þátttöku í því að kynda vélarnar þannig að þegar það kemur að kosningabaráttu þá verða þær heitar og fínar, vel smurðar til þess að hella sér í sigur hér í næstu kosningum. Þessi tími verður að nýtast fyrir það. Takk fyrir góðan fund. Við þökkum Jóni Gunnarssoni fyrir. Ég vil jafnframt þakka ykkur kærlega fyrir þátttökuna í þessum fundi og vil vekja athygli aftur á samsæti eða veislu sem verður hér í næsta sal. En takk kærlega fyrir góðan fund og takk fyrir